Á þessu mánudagskvöldi og það 28. september og nú eru við komin yfir í Blakið og línuna komin Sævar Már Guðmundsson, framkvæmdastjóri á Blaksambandi Íslands. Komdu bless og sæll höfðingi. Já, komdu sæll. Hvernig hefur það? Ég hef það bara nokkuð gott, þakka þér fyrir. Herru, það búið að vera nóg að taka það ekki í Blakinu svona í sumar þó að þegar verið ykkur fríi þá það ekki? Jú, strandblakið var á fullu allt sumar og allt að gerast þar. Nýjir vellir náttúrulega í Laugardal og aðsóknin aldrei verið meiri. Nei, og já, strandblakið, það nú í stöðuri sókn hérna hjá okkur Íslendingum? Já, það verðist vera. Þetta kemur hver völlurinn upp á fætur öðrum. Það eru nokkrir komnir hérna á Suðurlandið einmitt. Já. Út allt land í rauninni bara. Svo heyrir maður bara af nýjum völlum. Já. Þetta með svo Norðurlandi, Dalvík og Akureyri allar að stakka við sig og þannig að það bara allt að gerast í því. En já, nú fer svona tímabilið að hefjast að einhverju viti núna í húsunum. Hvernig svona þetta að fara að stað hjá okkur svona með skráningar og fleira? Já, það bara, það hefur allt gengið bara mjög vel. Við erum að byrja Mizuno-deildina á miðvikudaginn í þetta sísonið, þetta tímabilið og það verður náttúrulega bara frábært að byrja aftur. Við erum að taka nýtt tölvukerfi í notkun, mótkerfi sem að kemur til með að gjörbreyta öllu hjá okkur hvað bara skráningu úrslita varðar og annað. Þannig að fjölmiðlar fá einmitt aukinn aðgang að úrslitum leikja, livescore og annað því tengt. Þannig að, já, þið eru kannski alltaf svona eins og, já, tæknin eins og körfuknarsambandið með það? Já, þetta er mjög svipað. Mjög svipað bara því. Við erum að kaupa þjónustöðu af ítölsku fyrirtæki sem heitir Data Project. Og já, það getur vel verið að vera einhver byrjunarörðuleikar en vonandi ekki. Við erum held ég búin að læra alveg þokkalega á þetta. Við erum aðeins smá reynslu af eins og smá þjóðleikunum og frá því fyrra Evrópumótinu okkar þá vorum við með þetta kerfi. Það er svona rafræna leikskýrslu og slíkt. Já. Þannig að við bara vonum að þetta takist vel. Já, nú þið búin að skrá í bikarkeppnina sem framöndan og já, það er ekki metskráning? Jú, ég bara held það. Satt best að segja, þetta eru 27 lið, 16 kvennalið og 11 kallalið. Við breyttum bikarkeppninni núna, fórum aftur yfir í svona útsláttarkeppni og ætlum að sjá hvernig það mun, hvort það rætist ekki úr þessu í vetur hjá okkur með slíka keppni. Nú, já, bara gaman, við byrjum snemma í ár. Við reiknum með fyrsta umferðin verði í lok október og önnur umferð í nóvember einhvern tímann og síðan verðum við áfram á sama tíma eins og undanfarin ár með úrslitaleikinn okkar í Laugardalshöllinni 18. til 20. mars. Og já, þetta Final Four sem að þið hafi verið með svona í Laugardalshöllinni, það hefur verið vakið gríðarlega athygli að því að þarna færðu að sjá svona bestu blakmennina eigast við? Já, við höfum verið með svona Final Four síðan 2007 held ég og held nú að handboltinn hafa verið á eftir okkur með það þannig að við vorum fyrstur í Íslandi eða ekki. Já. Við erum með svona Final Four það sem er bara ein helgi undir og allt að gerast, okkar stærsti viðburður enn sem komið allavega á Íslandi. En nú komið, hérna á Suðurlandinu, þá í fyrsta skipti, liðið skráð til leiks undir nöfnum HSK í ykkur 30 ár. Já, það er náttúrulega bara gaman að segja frá því. HSK með lið bæði kalla- og kvennaflokki. Þannig að það verður náttúrulega bara snild að fá þetta liðinn, svona sameiginlegt lið, Félagssambandsins Skarphéðinn. Bara frábært. Þessi lið hafa yfirleitt verið spilað til dæmis á landsmótum sem að við erum ekki í rauninni framkvæmdaraðilega af en bara frábært að fá ný lið inn, það engin spurning.
En hvernig hefur svona, lítur framtíðin út í blakíþróttinni? Þið eruð það ekki með svona ákveðin afrekshóp orðin? Jú, við bara, þetta lítur allt saman bara ljómandi vel út hjá okkur. Við erum með afrekshópa í kvenna, í stúlknaflokki. Núna erum við svolítið einblína á þjálfun árgangana 2021 hjá stelpunum og strákarnir eru líka svona, það er að myndast hópur í kringu þá líka, þannig að við þurfum bara að keyra það verkefnið áfram í vetur og reyna að stefna þessum hópum áfram svo bara upp veginn, eins og maður segir, upp brekkuna bröttu sem að er ansi brött samt. En Íslandsmótið sjálft hjá svona stærstu félagunum hafa verið eitthvað svona, hvað maður að segja, rándýr leikmannaskipti sem hafa átt sér stað í sumar sem þú veist af? Nei, hafa nú ekki verið einhver stór leikmannaskipti. Það er náttúrulega, hún er að koma heim ein stelpan sem hefur verið úti. Erla Rán heitir hún er landsliðskona, hún var í Noregi í fyrra. Hún er að fara að spila fyrir Stjörnuna. Hún er uppalinn í Þrótti Nes og mun koma til með að styrkja lið Stjörnunar í kvennaflokki í vetur. Lítur bara vel út þar. Stjarnan réði ítalskan þjálfara til sín núna fyrir tímabilið og það er náttúrulega bara frábært að sjá hvernig uppbyggingin á því félagi verður í vetur. Síðan eru reyndar nokkrir bandaríski leikmenn að koma. Ein stelpa hjá Fylki til dæmis, önnur hjá Þrótti Reykjavík og svo spænsk hjón komin til Þróttar Nes. Konan er leikmaður hjá Þrótti Nes og hún þjálfar líka kallaliðið og maðurinn er leikmaður hjá kallaliðinu. Þannig að það er bara frábær uppbygging í gangi á þessu leyti að sjá nýja útlendinga koma til landsins og prófa okkar deild. Bara flott. Og nú er þjálfari sem er búinn að vekja svolítið athygli að vera undir styrkri stjórn með kallalið og orðið búinn að gera á Íslandsmeisturum og fleira, hún Elsa Sæni Valgeirsdóttir. Já. Og hún heldur áfram að þjálfa það ekki? Jú, hún verður þjálfari áfram hjá HK. Það er engin breyting þar á. Emil Gunnarsson mun þjálfa HK og kvennalið. Hann er margreyndur þjálfari og leikmaður hjá Stjörnunni áður. Það er nú svona pínu fyndið af því að hún er eiginlega leikmaður Stjörnunar, hún Elsa. Og þjálfari kallalið HK og svo er Emil þjálfari kvennaliðs HK og leikmaður kallalið Stjörnunar. Þannig að þetta er nú eiginlega einn smá hjólaband þarna í gangi. Já, svolítið skemmtileg blanda. Ætli þetta sé eitthvað annar stað til í landinu hjá svona félag? Ég bara hef ekki þekkingu slíkt, sko. Nei, nákvæmlega. En er eitthvað svona annað, svona stærstu viðburður hjá ykkur núna í haust og vetur? Hvað myndirðu segja að það væri? Það er náttúrulega fyrst og fremst Mísun og deildirnar okkar, bæði kalla og kvenna. Við erum að byrja á miðvikudaginn og svo fer þetta allt svona full swing 5. föstudag í þessari viku og síðan náttúrulega nefni ég náttúrulega bikarkeppnina. Hún er náttúrulega alltaf stærsti viðburðurinn á vetrinum og svo úrslitakeppnin náttúrulega í vor. Við erum reyndar líka með 2 lið sem er að fara í Nefsa-keppni sem er Norður-Evrópa og það er gaman að segja frá því að Afturelding mun senda sína bikarmeistara til Danmerkur að keppa í riðli í nóvember og HK fyrir til Tromsø að keppa í sínum riðli þar. Þannig að það er bara virkilega gaman að sjá að félögin er að taka þátt í þessari keppni. Þetta er svona næsta stig fyrir neðan Evrópakeppni og er þeim aðeins auðveldara svona fjárhagslega síðan að taka þátt í sem er náttúrulega grunnurinn að þessu öllu saman. Já.
Sævar Már Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og svona rétt í lokin áður en við sleppuð verði ég að spyrja þig, þeir sem hafa áhuga að byrja í blaki, veistu hvað þið eiga að beita sér? Já, það geta náttúrulega bara reynt að hafa samband við hverfisfélögin sín eða félögin í heimabyggðum og athuga náttúrulega fyrst og fremst hvort það sé blak í boði og eflaust eru félögin bara mjög, eða félögin eru mjög jákvæð gagnvart nýjum fólki og það er bara að gera að reyna að leita sér upplýsingar hjá félögunum og ef allt brýtur þá er hægt að hafa samband við blaksambandið og við getum svo beint við komandi í sína rétta leið. Sævar Már Guðmundsson, framkvæmdastjóri Blaksamband Íslands, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á leiktíðinni. Takk kærlega fyrir það. Bestu þakkir. Já, fara ekki langt hlustu góði, við höldum áfram í boltaíþróttunum og næsta dagskrá er það Arna Pétursson, þjálfari Katalis IBVF. Það var hörkuleikur í Eyjum núna rétt í þessu að ljúka og IBVF sigraði þar topplið IR 32-31 og sigurmarki kom núna á 60. mínútu og það var Theodór Sigurbjörnsson sem skoraði það mark og það mark, eitt af sínu 13 mörkum. Verslunarmannafélag Suðurlands boðar til félagsfundar þriðjudaginn 29.